Við sjáum ljóskerið. Í ljóskerinu kerti sem ekki logar og af því að það engin logi á þessu kerti þá því með öllu fyrirmun að lýsa nokkurri manneskju. Hvernig líst ykkur á það ágætu vinir að við reynum nú að tendra svolítið ljósin hjá okkur í hjartanu árið 2022 og segja bara við Drottinn, hér er ég og hvað viltu nota mig? En við skulum, áður við förum lengra, skulum við fá einhverja hvatningu og ræðu sem uppörur okkur og drífur okkur svolítið áfram í Jesú nafni. Góðan daginn, gott fólk og óskar maður ekki landsmönnum öllum bara gleðilegs nýs árs og veit ekki hver væntingin er hjá hverju og einu hvað það varðar en sumir eru með einhverja væntingar inn í það mál og besta mál að eiga hana. Hvað okkur var afhent vitum við. Við fengum bara auða síðu og skrifum á þessa síðu það sem að fyrir ber og við erum sönn í því máli því að okkur er ekki leyft að setja þar neitt nema bara sjálfan sannleikann og sannleikurinn er nú alltaf sagna bestur. Það er nú bara málið. Og vegna þess að sannleikurinn er alltaf sagna bestur þá viljum við bara hreinlega venjast og temjast við hann og gera það sem hann er að segja okkur og hvika ekki frá neinu í aðra átt. Já, nýtt ár, 2022 er komið og við sem að þurfum að skrifa ártalið munum eftir því frá og með þessum degi hvernig á að gera það. Það gamla talan 21 gildir ekki lengur og eins gott að læra það sem er komið og halda sér við það sem er komið. Það er nefnilega þannig, kæru vinir, að það er svo margt sem við ráðum ekkert við, stjórnum engan veginn og eina sem við getum gert er að beygja okkur undir eitt og annað sem að, já, til að mynda þessi staðreynd er að segja okkur. Það er komið nýtt ár, gamla árið 2021 er farið. Það var skotið upp í gær á gamlársdag með sama hættu og verið hefur, miklu magni raketna og flugelda og svo voru kveiktar brennur á nokkrum stöðum og sá siður er nú ennþá við lýði, það má nú ennþá brenna einhverja dóti. Nú er allt merkt loftslagsumræðu og það sem að stígur upp í lofti þarf að vera loftslagsvænt og þar fram eftir götunum en er allt sem áður var þegar að mátti brenna bara hverju sem var og allt rast sem að kom því var brennt og ekkert verið að heyra neitt það hvað steig upp af þessum kesti. Það aftur á móti er gert í dag og hefur farið svolítið offari, segi ég nú bara, og margir taka undir það með mér. En við breytum því nú ekkert svo glaðlega vegna þess að það er erfitt við að eiga, vegna þess að svona er tíðarandi núna. En eins og við vorum að tala í upphafi, þá er árið 2022 óskrifað blað. Við lítum í blaðið okkar og sjáum að það er ekki stafkrókur. Og það er enginn sem skrifar þetta á þetta blað nema einstaklingurinn
og ef hann vill að útkoma sé honum hagfelld og þetta sé nú bara nokkuð glæsilegt allt saman, veistu hvað hann gerir? Hann vandar sitt líf. Hann fer að gæta orða sinna. Hann gætir verka sinna. Hann gerir það sem hann hefur sagst ætla að gera. Og gerir hann þetta, sjái hann þetta, þá líka stendur hann eftir í lok ársins með í raun og veru pálma í höndunum. Góðan blómsveig í höndunum sem að hann vann til og með og á alveg fyllilega skilið að hafa. Vegna þess að hann tók sér taki í upphafi árs á þessum degi og ásetti sér að gera þetta frá degi til dags og hann á trú í hjarta sínu á Jesú og trúin í hjarta hans með Jesú sér til þess eins og alltaf áður. Það er ekkert nýtt að maðurinn gangi hnarreistur í gegnum sitt líf af góðum verkum einum. Þetta er það sem að Drottinn er að bjóða og þetta er það sem að hann vill að nýja árið sé skrifa með í lok dagana, lok ársins. En eins og við vorum líka að tala þá er blaðið ennþá autt og enginn okkar hefur grænan grun það hvað koma muni. Við getum auðvitað horft tilbaka og yfirliðið ár og séð hvernig þetta var þá. En það getur vel verið að alveg spánýtt komi sem enginn átti von á og þannig hefur þetta líka oft verið að það hefur gerst það sem enginn átti von á en ég leiti hugan til en samt kom það nú. Hver af okkur var með eitthvað grun það að við ættum þetta að glíma við vágest sem kórónuveira heitir. Veira sem hefur fellt fjölda mann og kvenna, á þess vegna öllum aldri. Hver átti von á þessu? Og hver átti von á því að þetta stæði 2 árum síðar? Og enn séum við að fá fregnir af bara talsvert mörgum smitum af þessari kórónuveiru. Hún er ekki gengin yfir enn. Hver átti von á þessu? Fyrir þann tíma, ekki nokkur maður. Þetta vill nú bara segja okkur það hvað við vitum lítið og þetta vill segja okkur það að til að tryggja okkur frá degi til dags þá eigum við Jesú að í hjarta okkur. Hann er sá sem að allt snýst allt þarf að snúast og allt þarf að vera undir. Það er enginn nema ég sem leyfi honum að fóðra mig og fæða mig á því sem er hans og ég tek ákvörðun að ganga þennan veg með honum. Þú gerir það ekki fyrir mig. Þú tekur ákvörðun fyrir þig sjálfan og sjálfa. Ég hef ekkert það mál að segja. En það er þess að 2022, falleg tala, og við erum í því veðri sem er úti núna og gerum gangskör að því að bara eyða deginum með okkar fólki og eiga hann sem allra bestan. Og það líka er algjörlega á okkar valdi og okkar könnu hvernig er. Og aftur komum við að þessum grunnþáttum lífsins að framkoma mín, orðaval mitt, sker úr svo margt í þeim efnum. Þetta er nú lífskúnstin, það er að vita skil á þessu. Og það væri því gott markmið, við erum nú alltaf að setja okkur markmið, að ganga fram í þessu og aukast og vaksa í þessum þáttum, því að þannig munum við tryggja okkur sjálf betra líf, betri vini, tryggari vini, traustari vini og svo framvegis og svo framvegis. Einnig þar ráðum við þessu öllu sjálf. Það ræður enginn eitt meira okkur að þessu leyti en við sjálf. Þannig vöxum við í áliti hvoru hjá öðru og við skulum ekkert gera neitt lítið úr því að það er mikilvægt að við séum svona í áliti hvora annara.
En það nú aldeilis ekki því að skipta alltaf og þannig getur verið mjög erfitt að vera með einhvern einstakling í einhverju sérstöku áliti sem ekkert hefur unnið til þess. Við þurfum auðvitað að vinna til þess að menn hafi okkur í áliti. En það eitt af því sem trúin vill kenna okkur. Trúin vill að við vöxum í og hún í dag. Já, hún líka á nýársdegi og við þurfum að rækta hana á þessum nýársdegi eins og við gerðum líka á síðasta nýársdegi sem var 2021. Nú hefur bæst eintala við þá tölu og núna þurfum við að skrifa 2022. Þannig nú það mál allt saman vaxið. Þetta nú ekki flókið. En samt gott að brýna sig og minna sig á vegna þess að við þurfum að fá svona áréttingar hér og hvar vegna þess að við erum mjög fljót að gleyma og hver veit ekki það. Við erum mjög fljót að gleyma, við erum mjög fljót að týna áttum en tínum engum áttum og tínum engu reyndar ef við bara pössum upp á allt þetta. Við þurfum líka að passa upp á trúna og það daglegt viðfang eins og svo margt annað daglegt viðfang sem við þurfum að vera undir. Þannig að við erum ekki að tala neina staðlausa stafi sem tölum svona og hver veit ekki þetta. En það hvatningin sem eftir stendur. Við skulum vinna að því og róa því öllum árum að við séum manneskjur sem eru traustsins verðar, sem vöxum í áliti annarra manna og kvenna af góðu verkunum en ekki af hinu verkunum. Því að vondverk, að þú vext ekki í áliti nokkurs manns af þeim, en af góðum verkum kann að vera að einhver allavega sæi þau. Og við eigum að vera þeim megin vegna þess að það rétt breytni af hvort sem mér eða þér að vera þeim megin. En við skulum núna taka okkur smá hlé og heyra hérna eitthvað annað og svo komum við inn aftur og tökum síðari helming þessa þáttar. Við heyrðum alveg prýðilega ræðu sem vill hvetja okkur svona í rétta átt og við leyfum svolítið drottni að lyfta okkur upp í hæðir. Þetta ár drottins og ég vil fá að ganga með drottni í þessu ári. Hann á þeim í hjá mér að ég sýni honum svolítið virðingu og reyni að gera það sem ég get til þess að stuðla að meiri trú í þessu landi. Og ég svo sem ræði ósköp litlu það en get haft sjálfa mig í lagi alltént og við fengum á miðnætti óskrifað auða síðu. Hvernig ætlum við að skrifa hana? Ætlum við að merkja hana með reiði? Ætlum við að merkja hana með einhverju kannski ekki mjög jákvæðu? Eða ætlum við að merkja þetta ár sem árið sem í það minnsta við gerðum allt sem á okkar valdi stóð til að þetta yrði nú svona, já, svolítið guðlegt ár. En við skulum halda áfram með seinni hluta þáttarins og athuga hvað ræðumaður vill tjá sig við okkur að þessu sinni. Gjörðu svo vel. Já, sælu verið þið aftur. Við erum mætt í seinni helming þáttarins okkar, góða. Og fyrri hlutin var nú áhugaverður á mörgu leyti og seinni verður ekki síður áhugaverður. Og hann svolítið trúarskotinn
Og það er mjög eðlilegt að þessi maður sé með sitt efni svolítið trúarskotið. Því hann hefur í áratugi gengið veg trúarinnar og séð þetta gagnsemi trúarinnar frá degi til dags og finnst ennþá mjög áhugavert dæmi. Og nýja árið mun því sem sagt áfram vera með þeim hætti að þetta vaxi, að þetta breiðist út og mitt litla framlag þar er dropi í hafið að vísu, en þó dropi í hafið. Við skulum ekki gera lítið úr því. Og ef við öll gerum þetta, þá erum við þessi dropi í hafið, og þannig að við sjáum að droparnir gætu nú verið verulega margir og breytt helling að því að falla til jarðar. En þetta er ekki bara fínasta markmið fyrir árið 2022. Ég held að við höfum nú ekkert í sjálfu sér göfugra markmið en að gera okkar til þess að trúin á lifandi Jesú Krist vaxi. Hún þarf að vaxa, hún þarf að aukast, hún þarf að verða það sem hún á að vera og þú ert bara partur af þessu verki, minn kæri vinur. Þetta er ekki bara flott. Ég myndi segja að það væri bara nokkuð flott. Þess vegna ætlum við ekki að láta deigan síga. Við ætlum ekki að láta kirkjuna dala. Heldur ætlum við að vera með í að söfnuðurinn okkar vaxi og dafni og verði eðlilegur söfnuður, fallegur söfnuður sem hann auðvitað er. En við gerum hann ennþá fallegri með því að stuðla að því að hann verði það og einkum og sérlagi verður hann fegurri vegna þess að ég og þú ætlum að vera með sjálfa okkur í ágætislagi. Og það skilar sér í góðum verkum, hverskins góðum verkum sem við ætlum að vera með í að framkvæma. Eins og við vorum líka að tala í fyrirhlutanum að þá ætlum við einkum og sérlagi að vera með sjálfa okkur í lagi. Það er mikilvægara en margur hyggur. Það er ekki allir sem að hugsa mikið það að þeir þurfi að vera með sjálfa sig í lagi og þetta sýna þeir nú bara þetta ágæta fólk með framkomu sinni, með talsmáta sínum, með jafnvel ógnandi hegðun sinni, sumir eru það. En þetta er ekki til eftirbreytni og þetta mun ekki bæta ástandið, heldur viðhalda andstyggðinni ótta. Sumir reyndar vilja bara vera með hann sem mestan og geta stýrt fólki af óttanum einum. En það er ekki af góðmennsku sem að það er uppi heldur á illsku. Við viljum ekki vera vont fólk. En við getum alveg verið með þessu fólki sem eru vondu megin í lífinu. En við viljum það ekki. Við ætlum heldur ekki að láta þetta ár, 2022, verða árið sem að við svegjum að leið og förum að taka þátt í einhverjum illskuverkum vondra manna. Getum það alveg, þeir geta það, þá getum við það líka, en við viljum það ekki. Þarna kemur valið mitt inn í sem að ég hef og trúin segir mér að ég hafi, að ég ráði öllu það hvort eða hvort ekki gerist. Þetta er eitt af því sem að árið, ef við viljum það, mun færa okkur. Að við fáum betri og merkilegri skilning á öllu þessu. Og þetta er það sem að, já, er hvatningin. Þetta er það sem ég og þú og við sem eigum til trú ber að hvetja annað fólk með. Og eftir stendur trúin á Jesús sem talar. Þannig bara er það. Ef að trúin á Jesús talar ekki, hvar er þó þessi rödd sem hefur
burði til þess að breyta til betri vegar. Hún væri þá ekki til. En hún er til og hún er rödd Jesú. Hann nefnilega lifir. Hann hefur ekki bara bókina sem heitir Biblía, Nýja testamentið og Gamla testamentið, heldur er hann sjálfur lifandi. Og þú heyrir mig tala að því að ég er lifandi manneskja. Jesús er lifandi og hann því talar. Og hann er allt í öllu. Enginn getur gert neitt nema hann sé með í verki. Og að því hann vill vera með í verki og þráir að vera með í verkinu, þá líka vill hann að ég og þú séum þar sem hann er, þar sem verkin hans eru unnin. Og þetta ár, 2022, getur orðið árið þar sem að við sjáum virkilega breytingar verða til að mynda á trúarlífi mann og kvenna. Þar sem að trúarlíf mann og kvenna er ekki svona mikið í felum eins og segja má að það hafi verið. Við höfum verið með þetta allt og mikið í felum. Núna á þessu ári, ef Guð vill, hann ræður þessu öllu, getur svo farið að þetta taki stakkast skiptum og trúin ekki aðeins verði áhugaverð, heldur einhvað sem að menn vilja og þrá að vera undir. Þannig er það ekki í dag. Það er róið að í öllum árum að engin trú sé uppi. Og trúin því miður hefur kannski að þeim orsökum mikið farið í felur. En þannig á það ekki að vera. Því að trúin er afl sem hefur breytandi áhrif til góðs vegar. Boðskapurinn Jesú Krist og boðskapurinn sem hann flutti jarðarbúum bendiði mér á eitthvað stað þar sem að við getum sagt að sé nú ekki mjög góður boðskapur. Þú finnur hann ekki, því hann er ekki það. Því að Drottinn talaði af kærleiks hjarta. Hann talaði af hjarta föður síns sem er ekkert nema kærleikur og þaðan kemur ekkert nema það sem má verða mér, segði þetta með mér, sem má verða mér til góðs gagns. En ég þarf að stíga út á þetta. Og ég þarf að, ef ég vill stíga og stokk, ég er nú reyndar ekki sjálfur mikið fyrir það, en sumir alveg elska að stíga og stokka, og þá skulu þeir gera það núna líka, og strengja þess seitt, ekki að strengja þess seitt, ég mæli ekki með því. En allavega að gefa út á yfirlýsingu að þetta verði þeirra hlutskipti í ár. Og aldrei er að vita nema Drottinn gefi viðkomandi næga festu og ákveðni í að ganga fram í þessu. Því að þú sem stekst og stokk og ásettir þér að fara út í þessi verk, trúarlegu verk, það er enginn að þú sem að stoppar það og það er heldur enginn að þú sem að drífur þetta af stað. Og hvað ætlar að gera? Áhuginn er til staðar. Þú hefur aldrei stíð á þennan ágæta stokk nema því að þú allavega þá stundina hafðir þetta nú nokkuð ofarlega í huga og svo auðvitað með stokknum sem þú stekst á varst í raun að hvetja sjálfa þig til þessara verka. Annað er síðan hversu vel þessi hvatning ætlar að virka. Það getur verið í báðar áttir með það og alls konar gerst sem getur stoppað það. En það er bara vegna þess að þú lést stoppa þig þar og hver var það sem stoppaði þig? Ekki ég, ekki kona þinn, ekki maður þinn, ekki náungi þinn, ekki neitt kringu þig. Þú stoppaðir það sjálfur og sjálf þar að segja ef stopp er inn í myndinni sem hafa aldrei stoppað þeir hafa alltaf verið á agri Guðs og þetta er auðvitað hetjurnar okkar en fæstir af okkur auðvitað tölum þetta fólk sem hetjur en Drottinn er nú mjög sáttur við þetta fólk sem þó er að og þeir eru nú fleiri en við okkur grunnar. Því
eins og Drotti segir sjálfur, þá segist hann eiga marga menn og konur í þessari borg. Já, við búum í Reykjavík, ég hér í höfuðborg Íslands heitir Reykjavík. Hann að tala Reykjavík, alveg svo allar aðrar borgir heimsins. Hann á allstaðar fullt af fólki. Og þetta fólk, leynt og ljóst, eru þessi kyndlar sem að loga. Þannig að login er víða, en við sjáum ekki þannig að loga, einkum og sérilagi, vegna þess að við erum ekkert að leita eftir honum. Við erum ekkert að kíkja eftir þessum logum. Því að svona strangt til tekið, þá er okkur kannski bara nákvæmlega sama. En það á ekki að vera þannig. Ef að kristnum manni, ef að mér sem kristnum manni er sama hvort að blómlegt trúarlíf sé í gangi eða bara ekki neitt, þá hefur nú eitthvað skolast til í mínum ranni. Og þetta er einmitt hvatningin inn í árið 2022, þar að Drottinn fái að lyfta upp þessum hlutum þar sem við erum að sjá þetta. Væri það ekki bara mjög gott og göfugt verkefni fyrir hvort sem er mig að þig að komast á þann stað að þetta hreinlega blasi við okkur. Því að það sem er, getum við séð í trúnni að við höfum skilyrðin til þess að átta okkur á því að þarna sé eitthvað. En ef við erum ekkert sjálfa grenslasnitt fyrir hvorki þetta né hitt, þá er nú ekki mikil vondið þess að við sjáum neitt. En við skulum því sem stigum á stokkinn, ekki strengja þess eitt, ég er ekki sammála því. Skulum allavega tala það út að við fáum þessi augu sem sjá, til að mynda þá sem eru á akri Guðs í sannleika og heilarleika og eru þá leið þessar týrur, ljósgjafar sem Drottinn segir vegna þess að hann talar að hann eigi marga menn í þessari borg. Þetta er hann að tala bara ljóstýrur eða ljósgjafa inn í þetta myrkur sem borgirnar eru því miður fullar af, meira og minna. En við viljum ekki vera þarna. Við ætlum að vera ljósmegin og þess vegna skulum við nota árið 2022 til að vaxa þarna. Já, kæru vinir, það komið að lokum þáttarins og við trúum að það sem þið heyrðuð hafi elt ykkur svona til anda, sálar og líkama og kannski eru þið sammála því sem að ræðumaður flutti. Sumt af þessu voru kannski svona spádómsorð inn í nýtt ár og við sem megum alveg trúa því að eitthvað af þessu rætist. Því að Drottinn er orðheldinn og hann stendur við það sem hann segir. Við sjáum að það er svo sem ekki nein vonarvöl framundan fyrir landið okkar. Og ég held að það sé engin vonarvöl fyrir líf hvers og eins okkar. Þannig við ætlum bara að ganga hnarreist áfram inn í öllu þessu og leyfa svo bara Drottni að stjórna og stýra. Við förum að leggja okkur í kvöld, svo ætlum við að rísa upp í Jesú nafni ef Drottinn leyfir og takast á við þau verkefni sem hann hefur handa okkur. Við ætlum ekki að láta deigan síga, við ætlum að gefa Drottni kraft okkar í dag þegar við segjum hann á það hreinlega skilið. En Konráður Rúnar Friðriksson þakka fyrir sig og óskar ykkur auðvitað gleðilegs nýs árs til sjáva, sveita og borga.